Já, góðan daginn og velkomin á þennan mentamorgun ferðaþjónustunnar í boði Hæfnissetur ferðaþjónustunnar og Samtaka ferðaþjónustunnar. Umfjöllunarefni fundarins í dag sigla og vellíðan á vinnustað og svona ætlað til innblásturs og hvatningar. Við munum hafa skipulagið þannig að við tökum fyrirlesturinn og svo spurningar í lok allra fyrirlestra. Það endilega punktið hjá okkur spurningar og athugasemdir sem þið hafið og setið þær inn á live chatið sem fylgir Facebook viðburðinum. En við skulum bara vinda okkur í þetta og fyrstur er Matti Ósvald, markþjálfi, sem með fyrirlesturinn það auðvelt að vera skipstjóri í logni. Velkomin. Takk fyrir og titillinn auðvelt að vera góður skipstjóri í logni eins og þessi titill segir hansi mikið eða ekki. Það rosa auðvelt að vera cool þegar allt gengur vel og halda stýrið, en þegar gengur á bátinn og ýmislegt gengur á þá skiptir máli að hafa ýmislegt svona til að bera til þess að geta verið góður skipstjóri. Þannig að fyrsta sem ég ætla að segja er að takk fyrir að bjóða mér og mig langar að ég fekk 10 dýrmætar mínútur með ykkur og ætla að reyna að nýta það vel. Ég ætla að koma svona 3 kannski aðalpunktum til ykkar. Það fyrsta sem ég langar að biðja ykkur að gera er að loka augunum. Taka örstuttan tíma verið til í smá endurnæfingu og ég ætla að útskýra eftir af hverju. Biðja ykkur að loka augunum og notið hugan til að hjálpa ykkur núna. Ímyndið ykkur að lungun hefur verið tekin og stungin í mjaðmagrind. Þannig að þið ætla að anda alveg inn í stól. Bara svona cirka 8 sinnum. Djúpt ofan í stólinn. Þannig að þið finnið að það þenst út inn í mjaðmagrindinni og blási frá okkur. Og í hvert einasta skipti, þetta örstutt, kannski svona 8 skipti. Hvert einasta skipti sem andið inn, finnið þið hvernig þið getið róað hjartað okkur. Eins og þið værið að anda fyrir hjartað. Þakka hjartanu fyrir að slá allan daginn, halda okkur á lífi, bæði þau vakandi og sofandi. Nokkrum sinnum. Blása frá sér þreytu, streitu. Glæsilegt. Og það hefur verið örstutt æfing og það ágætt að gera þetta í svona 2 til 4 mínútur á morgnana, en ástæðan fyrir að ég byrja á þessu er að rannsóknir frá, það er breskur læknir, Dr. Alan Watkins í Bretlandi sem hefur sýnt fram á það að ef að hjartað er rólegt þá virkar hugurinn best. Ef að hjartað fyrir skorðum og eitthvað svona streita myndast að þá virkum við ekki vel. Og það er svona aðeins fyrsta atriði sem ég ætla að tala við ykkur. Fyrsta sem ég langar að segja streitu, staðan. Það verður að segja eins og og ég held það bara sjálfur, þetta er mín skoðun, að ég held að COVID og ástandi sem búið að vera undanfarin ár, að þetta er miklu meira stress heldur við áttum okkur á. Miklu meira stress. Þetta er ósýnilegt, það er mikil óvissa og þetta er eitt af versta sem við upplifum. Það er alveg saman hvort það tengist heilsu okkar, afkomu, þú veist, allt sem að fylgir þessu. Þetta er búið að breyta miklu fyrir okkur og þetta er meira en við heldum. Meira við föttum, er kannski punkturinn. Og ástæðan fyrir mér finnst mikilvægt að minnast á það er að ef við vitum ekki hvernig okkur líður, við vitum hreinlega bara ekki hvað það heitir, við stoppum ekki aðeins og tekkum á okkur, þá getum við ekkert gert í því. Okkur líður bara einhvern veginn óþægilega og ekki alveg vel og við byrjum að borða ís klukkan 2:30 á þriðjudögum eða að drekka bjór á kvöldin eða borða á kvöldin, að gera eitthvað skramban til að láta okkur líða betur. Þannig að það er alveg lykilatriði til að komast af erfiðastanum og inn í nýja tíma og nýja sýn, þar sem ég ætla aðeins að tala við okkur á eftir, að það er að taka eftir hvernig líður, vita hvað það heitir, þannig þið getið gert eitthvað í því. Hvort sem þið farið að tala við eitthvað eða skiljið, það fer eftir hvað orðið er. Og ég segi þarna metnaður og gleði og það er kannski það sem við erum að stefna á og margir er að eiga við að ná aftur eftir þetta allt saman. Að stefna á bestu hugsanlegu framtíðar sín. Þetta er svona mín skilgreining á að hafa mettað. Stefna á bestu hugsanlegu framtíðar sín. Og í sambandi við þetta með líðanina, það er kannski punktur númer 2, er að þegar við förum á erfiðastaðinn sem við kallum neikvæðni, getur kallað hana neikvæðni, getur fullt af orðum yfir þetta, að svona bottlínan er að þegar við erum neikvæð eða á erfiðastaðnum þá virkum við ekki vel.
og þetta getur haft mikil áhrif á það sem við gerum, hugsum og hvernig við förum áfram. Og jákvæðni eða einhverjum betri stað þá virkum við betur. Og það sem ég vil segja við ykkur neikvæðina, fyrsta lagi það mannlegt að fara á erfiðan stað eða líða ekki vel og þetta gerist hjá okkur öllum og en við þurfum að átta okkur á því að við þurfum að kunna á þessa manneski og þetta kannski tengist því sem að þið líklega flestir að eiga við að ef þið ætla að vera leiðtogar fyrir fólkið ykkar, vinnustæðin fólkið ykkar og sem sagt hjálpa fólki að þessari framtíð sem þið eru að stefna á, þá verðum við að kunna okkur. Þess að ef við erum ekki á góðum stað þá er mjög erfitt að leiða aðra. Ég held að við þekkjum það flest. Þannig við ætlum að vera svona eins og, kunna vel á okkur, koma okkur á betri staðinn og til þess að geta haft áhrif á aðra. Eitt sem kannski hægt að segja og þessi staður vinstra megin, neikvæðnin eða erfiðstaðurinn og það mannlegt að fara þangað og þið þurfa að kunna á ykkur, fatta þegar þið komin þangað og fara á nýja staðinn og betri staðinn og átta okkur á því að þetta er mannlegt, maður þarf bara einhvern veginn að stoppa þess þar, samt ekki flytja lögheimilið þangað. Það er kannski lykilatriði. Þess að neikvæði sjálfum sér ég stundum þegar að tala neikvæðni og hvað þetta og hvað jákvæðni við vitum öll að jákvæðni mikilvæg. Að neikvæðni í grunninum að fókusera á það sem að. Og hugurinn bara stanslaust að þessu. Ef ég set 10 dæmi fyrir fram að fólk, ég skrifa oft svona einföld dæmi upp á töflu, og hef eitt vitlaust og það er undantekningarlaust þá bendir fólk á 7 + 4 ekki 12 og ég þykist alltaf að vera jafn hissa. En ég segi, sjáu hvað hugurinn að gera. Hann alltaf að leita því sem að til að leiðrétta það. Og nákvæmlega sama einhver situr rétt á glugga eða kalt að þá byrjar hugurinn. Við getum þetta að loka glugga eða ekki opnum, eða ekki. Þetta er nákvæmlega sami hluturinn. Neikvæðni ekki að taka eftir því sem að og laga það. Þá bara lögum við það og segjum takk fyrir að benda mér á þetta og lögum það. Neikvæðni að vera röflum þetta í 3 mánuði. Skiljið, löngu búið að loka glugganum en það er ennþá verið að tala það. Munið þetta það var svo kalt inni skiljið. Og þetta er bara mannlegur eiginleiki. Jákvæðni hins vegar akkurat þessi eiginleiki að hugsa, spyrja sig betri spurninga. Hvernig getum við? Hvernig gætum við? Hvað er besta næsta skref? Að vera jákvæður ekki alltaf að vera brosandi. Þið veitir, svona. Auðvitað getur maður verið brosandi ef maður er jákvæður, eða jákvæð, en þetta er miklu meiri svona að nota hugan í rétta átt. Hvernig getur notað hausinn á mig sem þjón til þess að koma mér þangað sem ég vil fara. Og þá þurfum við að kunna koma okkur yfir þessa línu þarna frá erfiðastaðnum yfir á betri stað. Og ég bara spyr ykkur og þið þurfum að svara sig fyrir ykkur. Hvað gerir þú við þig þegar þú fattar að þú sért komin á erfiðastaðinn? Og út af því að það er oft hægt að gera fullt af hlutum en við sjáum ekki þurfum þar. Þannig að þið þurfum að kunna á ykkur. Ef við ætlum að leiða aðra þá þurfum við að geta verið leitt ykkur fyrst í rauninni. Það er kannski lykilatriðið. Þetta ég ætla ekki að segja meira viðhorf, þetta er svona svolítið viðhorfið. Ég spyr stundum fólk hvað vil ég segja þessa mynd. Málið að þeir hafa báðir rétt fyrir sér. En þetta er örugglega sikk og líðanin. Hvernig upplifum lífið. Eitt sem ég verð að segja ykkur eins og þetta kannski, ég tengi þetta við það að vera leiðtogi fyrir sjálfan sig og aðra. Sjáu þessa mynd þarna. Ég held við vitum flest að sjálfstraust er mjög mikilvægur eiginleiki, að treysta sjálfum sér fyrir sér. Ég er alveg á því að sjálfstraust sé mjög misskilið fyrirbæri og hvað það og hvað það kemur. En mér langar svona í örstuttum máli eins að benda ykkur á að sjáu þessa mynd af trénu þarna. Þið ekki sammála því að það væri engin rót á þessu tré, þá myndi það detta við fyrsta vind. Það er alveg sama hversu stórt það væri. Því stærra sem það væri, því meiri vindtækið á sig líklega. En ef það væri rót á því, sjáu því, sem er sjálfsvirðingin, þá haggast það ekki. Það bylur á þér öllum áttum, það stendur það bara af sér. Og þegar maður fattar hvernig þetta tengist á mjög einfaldan hátt, þá breytist ansi mikið, ansi hratt. Hvað er sjálfsvirðing? Hvernig veit maður að maður hefur mikla sjálfsvirðingu? Maður spyr sig hvað maður vill eða þarf og maður virði svarið. Þess vegna getur maður treystir. Sjáu hvernig það virkar. Maður spyr sig hvað maður vill eða þarf og maður virði svarið. Engin afsláttur, afsakið orðbragðið. Þess vegna getur maður treystir. Maður treystir sér fyrir sér. En við erum mjög oft, eins og þessi spurning næsta sem ég ætla að setja fyrir ykkur, er eitthvað sem er brotið samkomul við sjálfan sig og flestir fara að hlæja rétt upp hend.
einhvern einasta skipti sem við gerum þetta, ég verð að fara að gera þetta, ég verð að fara ræktina, gera það ekki, mér langar þetta, gera það ekki, þá er að brjóta okkur og höggva rótin í burtu og við hættum að treysta okkur. Þannig að við föttum hvernig þetta tengist og þetta held ég það sem að vera okkur mest gagnvart kulnun og oft veikindum og áreitinu. Það að spurja sig og setja mörk. Þannig ég vona að það komist alveg skýrt til skila. Já, að vera góður leiðtogi fyrir aðra snýstum og sitt góður í að leiða þegar fyrst getið sé vel og treysti fyrir þér. Þetta bara svona alveg, ef ég nota slettu, þá þetta svona self-care á turbo leveli og við þurfum að sjá það. Við erum að fara inn í nýja tíma og við erum að fara að búa til nýtt og það búið að vera kannski erfitt og sorgarferli og alls konar að við erum öll saman að búa til nýjan kafla, hugsanlega. Lokin þá ætlum ég bara að segja þetta að það sem ég tek eftir að afreksfólk eða þeir sem að ná árangurinn sem þeir vilja ná fæ töluvert mikið af afreksfólki, atvinnumönnum, atvinnustelpum og konum, bæði hér og erlendis og það sem ég tek eftir í hugafari þeirra er að þau miða eins og þegar þau slá upphafshögg í gólfi eins og þau verður, þá slá þau alla leið, þau miða alla leið. Þau einhvern veginn fara inn í útkomu miðað hugsun, þau segja við sjálf sig, mig langar í þetta, það er spennandi framöndan og ég til í að undirbúa það. Það er spennandi framöndan og ég til í að undirbúa það. Þetta er alveg lykilatriði, þau einhvern veginn horfa bara upp. Hvað gerist þegar maður horfir niður? Þá koma tilfinningar ekki. Þess vegna horfir fólk niður sem maður líður illa. En þau horfa beint áfram og upp og eru mjög spennt fyrir að sækjast eftir því. Þetta er alveg lykilatriði. Þau sýna þetta svo ofboðslega skýrt og einfallega að maður er bara svona slæri enni á sér stundu þegar labba út. Það er bara fókus á það sem ég vil og ég er til í að undirbúa það. Og ég ætla að ljúka sem þessari setningu heita. Já, það er stutt bara að þeir sem að ná markmiðunum betur eru þeir sem að vita að það er alls konar á leiðinni. Það er ekki það bara að vera svaka gaman og stefna okkur flott og svo koma einhverjar hindranir og fólk gefst upp. Þeir sem að vita að það gæti verið erfitt á leiðinni og stundum ekki stuð og allt þetta, þeir náðu þeim betur. Og þetta sem stendur eitru markmið, ég ætla bara að útskýra það þannig, er einhver hérna sem er að hlusta sem hefur einhvern tímann náttúrulega komast í gamla formið sem þeir voru í. Akkurat, það eru einhver í salnum sem að rétt upp hend og ég alveg segur það líka. Og eða ég vona hjónabandi verði eins og var, við viljum það ekki. Hugurinn veit ekki hvað það er, hann reynir að sækja það sem var og það gengur ekki upp. Við verðum að finna þarna, ég ætla að fara í þetta þarna form, það er spennandi framöndan. Og ég ætla að setja þessa glæru með, þið getur örugglega fengið þessa glærur, þannig að þetta eru bara 4 eiginleikar þeim sem ná miklum árangri, þeir þekkja sjálfsvirði sitt, þeir eru aldrei áfram í vinna sambandi þess að þeir voru ekki metin, þeir eru mjög góðir að hlusta, þeir töluðu minna, þeir hlustuðu meira heldur en þeir töluðu, þeir söfnuðu upplýsingum og þeir höfðu einhvern sem tengist fyrsta punktinum sem gátu verið 110% nakin með, algjör hreinskilni, einhvern sem segir þeim eins og er, einhvern sem að þeir geta sagt hvernig þeim líður og einhvern sem segir að þeir að klikka. Þannig þetta er bara svona auka punktar upp á sem að þýðir fyrir mér að sjá ekstra vel okkur sjálf. Við verðum að fara, það erum við sem þurfum að leiða þetta áfram. Það erum við sem þurfum að skapa þetta. Lokaorðið mín til ykkar er, hvert horfur? Ertu að horfa niður og skoða erfiðar tilfinningar eða ertu að horfa upp? Framtíðarsýnin er þarna fyrir framan okkur. Og ég nota hérna setningu frá Jón Arnar Stefáns, körfuboltamanni, einn af okkar mestu afreksmönnum. Þegar maður á samtölu við hann og hann veit ég segi frá þessu, hann sagði eitthvað tímann eitthvað úrslitaleik, hann horfir upp og segir ég undirbýr mig bara til að vinna. Hann er bara fókusar á það sem hann vill og undirbýr þar. Það fær eiginlega ekkert annað athygli frá honum og þetta er alveg ágætt fyrir okkar að hugsa um. Og að horfa upp og spennt til framtíðar er málið. Við getum komið því til ykkar að við þurfum að þjálfa okkur, við þurfum að kunna þetta, við þurfum að fara í gegnum allt sem fyrir gegnum, við þurfum að fara að horfa upp og búa til nýja sýn. Og ég er bara full að trúa að þið gerir það. Ég held að þetta sé bara það sem að mér langar að segja við ykkur og ég vona að hafi setið eitthvað gott eftir. Bara takk fyrir mig og gangi ykkur vel. Glæslegt. Takk hérlega fyrir þetta. Nú er bara ein leið áfram og það er bara sigur, alla leið. Herðu, næstur á svið er hann Stefán Karl Snorrason. Hann er gæðastjóri og starfsþróunarstjóri á Íslandshótelum og hann ætlar að fara aðeins með okkur yfir það hvernig við málum þakið þegar sólin skín. Gjörðu svo vel. Já, takk hérlega.
Herru, það geggjað að koma eftir matta. Maður bara peppaður hérna að koma upp. Og og frábæri punktar sem að koma með inn á þetta alls saman. Því að margt af þessu sem að hann kemur inn á, sem að við nýttum einmitt í okkur rosa mikið þegar við vorum að fara yfir í gennum þetta erfiða tímabil. Og við köllum þetta að mála þakið þegar sólin skín. En það náttúrulega bara vegna þess að við þurfum að nýta líka góða tímann sem vera viðbúin því þegar erfiðir tíma koma. Og það alltaf svolítið minnistætt hjá mér ég heyrði einu sinni, þetta er svo ekki svo skemmtileg saga, en hún hafði áhrif á mig, var að fólk í fangabúðum þegar seinni heimsstyrjöldin var. Það voru að velta fyrir sér, hverjir voru það sem lifðu af. Og það kom í ljós að það voru náttúrulega neikvæðu, þeir áttu mjög erfitt með þetta og lifðu yfirleitt ekki af. Og heldur ekki þegar allar jákvæðust, sem voru alltaf bara morgun búið, morgun björguðustu. Heldur upp í staða voru það þeir sem sættu sig við það. Þetta minn nýji raunveruleiki. Ég bara komin hingað og ég verð bara að aðlaga mig. Og þetta var svolítið okkar motto þegar kom COVID, að þetta var bara breyttur raunveruleiki. Og við vorum ekkert við þurftum bara að horfa fram á veginn og minnst að geggja lokapunktur sem Matti kemur inn á, markmiðið verður bara að vera fram á við. Við þurftum að taka þetta hugafar út, hans í gamla daga, það var svo geðveikt, 2018, geðveikt ár. Það þýddi bara ekkert að vera hana lengur. Við þurftum bara að hugsa með okkur, COVID mætt og við verðum bara aðlaga okkur. En okkur kölluðu þetta þá að mála þakið þegar sólin skín. Það vegna þess að, ég var að horfa mynd daginn, hvernig þróunin var með erlenda ferðamenn. Og það magnað að sjá þetta bara frá því þegar Eyjafjallajökull, Eyjafjallajökull, gaus á sínum tíma, það bara hann ríkur allt upp. Og töluna bara hækka ár eftir ár, ferðaþjónustan bara blómstrar og það náttúrulega bara rosaleg meðbyr í þessum bransa. Og þarna mitt, og þetta svo góður punktur sem Matti kemur inn á, að það svo auðvelt á þessum tímapunkti að hoppa borð. Taka þátt, það bara allt í ljóma, við bara mætum og ég horf bara hvað að gera og við bara nýtum þetta og það þarf náttúrulega, ég þarf alltaf að gera neitt, það bara kannski opna hótel og fólki kemur bara, það bara bókar hjá mér. En við hugsaum þessu tíma, þegar Íslandshótel var að verða keðja, þá hugsaum með okkur, við getum ekki hugsa svona. Við erum með 17 hótel og við erum með 1000 starfsmenn. Og það þýðir ekkert bara að vera, gerum bara sem okkur sýnist. Við þurfum einhvern veginn að ramma þetta inn. Og 2015 fórum við þess vegna í stefnumótun, risastefnumótun, sem kláraðist á lokum 2018. Og inn í þessari stefnumótun voru allan að fengu allir starfsmenn tækifæris að taka þátt. Við tókum í raun og veru bara samtali við starfsmenn hjá okkur og spurðum þá, fyrir hvað viljum við standa? Hvað það sem á að gera Íslandshótel að Íslandshótelum? Og út úr þessu kemur raun og veru stefnumótunin sjálf og við römmum inn fyrir hvað við stöndum. Og það var raun og veru bara mjög einföld skilaboð. Og það var bara einstök gestrisni. Ef þú vilt gera eitthvað, tryggðu þetta. Og við erum ekkert mikið að velta fyrir okkur endilega hvernig þú fer að því. Bara eins lengi að þú gerir þetta svona. Innan okkar gilda, innan þeirra markmiða sem við erum búin að setja okkur. Og þannig að allir vissur raun og veru hvert hlutverk það var. Og vissilega bara, þetta sem ég gera. En ég mæti inn á morgnana í vinnuna eða mæti á kvöldvakt. Þetta sem ég fara að gera. Ég vil að allir labbi út og hugsa mér svo, það var einstök gestur sem ég fekk Þetta var geggjað. Þannig að þetta var fyrsta skref sem við fórum í, var bara, hvað viljum við? Næsta skref var síðan, þetta sem við viljum, hvað ætlum við að gera sem fyrirtæki og sem keðja þess að styðja undir þetta? Þannig að við getum tryggt, starfsmaðurinn við getum stólað það, starfsmaðurinn ætlar bara að standa undir það að allum líði vel sem koma til Íslandshótela. Hvað getum við þá sem keðja gert til þess að starfsmannurinn líði vel? Og hann geti raunverulega verið með þessa gæða þjónustu sem við viljum hafa. Og það var svolítið vinna sem við lögðum mikið púður í. Og fórum þess vegna að fjárfesta í kerfum, fórum að fjárfesta í öflugri nýliðaþjálfun,
fórum að efla tengslinni okkur út á við og fórum að vinna virkilega í þessu að hugsa okkur, ok, starfsmaður veit hvað hann vill og nú ætlum við að fara með hann hingað upp. Og við bara fórum virkilega að pæla í þessum innviðum. Og við heldum áfram með þessa pælingu að hvernig förum við, hvernig náum hennu upp. Og það var einfaldlega með þess að tala aftur við fólkið. Við áttum aftur samtalið. Og við byggum til svokallega faghópa. Og þetta var faghópa fyrir hverja deild hjá okkur, þannig að það var faghópa fyrir móttöku, og faghópa fyrir veitingasviðið sem var það eldhús og þjónar saman, vorum við faghópa fyrir þrif og þvottahús, við vorum með faghóp fyrir hótelstjórun okkar, í dag erum við lengra með þessu, við erum með faghóp fyrir innkaup, við erum með faghóp fyrir fjölbreytileika, við erum með faghóp fyrir ábyrga ferðaþjónustu sem er samfélagslega ábyrgðin í ferðabransanum og við erum að hugsa með okkur, þetta allt saman staðir sem við viljum vera öflug í. Og við treystum á að til þess að vera öflugana þá er það fólki okkur sem hjálpar okkur. Og það var einmitt sem að reyndi síðan vera þessi gullnáma hjá okkur þegar kom að því 29. febrúar 2020. Það er svona Guð blessi Ísland 2.0 líku við þegar fyrsta COVID-smitið mætir til landsins og það var bara raunverulegt, COVID er mætt. Nú er ekki aftur snúið, þetta er byrjað. Og þetta voru þá tækjum tólum sem við snýrum okkur að. Við snýrum okkur að því hvað eigum við? Við eigum faghópan okkar. Við eigum fólki okkar. Og við fórum þá að hugsa með okkur, nú þýðir ekkert lengur að horfa tilbaka, nú horfum við fram á við. Og við þurfum að vinna bara með það sem við höfum. Og það er kannski auðvelt að segja þetta eftir á, en mars, apríl, mæ, þetta voru náttúrulega, ég ætla bara að fá að segja þetta svona, þetta var bara virkilega sjúklega miklir grimmilegir tímar og ég vona að við þurfum aldrei að upplifa þessa tíma aftur, þetta var bara mjög svartur tími. En á móti kemur líka að þarna fengum við loksins að upplifa það að tækin og tólin sem við byggum til á sínum tíma þegar allt gekk vel, þau virkuðu. Og það var þetta sem fleytti okkur síðan áfram í gegnum þessa erfiðustu tíma. Það var það sem við höfðum fyrir. Og þess vegna segja þau segla, veljan og allt þetta, út af hvað gengur þetta. Við vitum það að lífið er ups and downs. Það koma góðir tímar, það koma erfiðir tímar. Og góðir tímarnir eru frábær tímapunktur til þess einmitt að vera búa sig undir erfiðu tíman. Við vitum þeir komi, við hefum ekki hugmynd hvernig þeir koma, hvað gerist, en við vitum að þeir koma. Og þess vegna segja við, málum þakið þegar sólin skín. Því að núna ætla ég að koma með hvatningu til allra í ferðabransanum. Nú erum við að sigla út úr þessu, þetta er að gerast, vonandi stendur allt að eftir 4 vikur er bara búið að aflétta öllu. Förum þá beint í það að byggja upp tækin og tólin, byggja upp innviðina, eigum samtali við starfsfólki okkar, eigum samtali eins og mattakomunni við ykkur sjálf og byrjum að huga okkur hvernig get ég nýtt þessa meðbyr sem er að fara að skapast til þess að efla mig þannig ég er tilbúinn sem einstaklingur, sem fyrirtæki, sem teymi, sem vinir, sem hvað sem er í að takast á við næstu áskorun því hún kemur. Trúið mér, hún mun virkilega koma. Og mér er svolítið gaman að tala tré, Matti, því að ég man eftir einu skemmtilegu sögu þar sem að það var að byggja svona fullkomið gróðurhús eitthvað þar í Bandaríkjunum. Það var svona risa kúpul sem var búið að setja svona glerkúpul og það átti að vera svona fullt af einhverju trjám og gróðurreðan og alls konar. Og jú, allt flott. Svo fóru að rækta trén og trén uxu og svo duttuðu öll. Og þeir setja bara, og fóru að setja nýtt tré og duttu. Og alltaf voru trén bara að falla. Og þeir bara skildu ekki hvað var í gangi. Og þá komið mér til ljós. Það komið engar rætur. Og af hverju kom ekki rætur? Það var engin vindur, það var engin mótspyrna. Þau uxu bara upp og duttu. Þannig að mótspyrnan er holl fyrir okkur að vissu leyti. Því hún styrkir okkur, hún byggir okkur upp. Og núna skulum við horfa í baksýnisspegilinn á COVID og hugsa með okkur. Þetta styrkt okkur í framtíðina. Nú tökum við næstu skrefin og nýtum þetta til að byggja upp enn betri ferðaþjónustu í framtíðinni. Takk fyrir mig. Glæsilegt, takk hérlega fyrir þetta. Næsta dagskrá er hún Hildur Kristjánsdóttir, eigandi Midgard.
hún að vísu ekki á staðnum, hún í fjarmynd á fjarfundi, full nýtum tæknina, ef svo má segja, en við bara bjóðum hana velkomna. Hildur heiti ég og einn eigandi Midgard á Hvolsvelli. Ég að reka þetta fyrirtæki ásamt manninu mínum, tengdamóður og 2 vinum. Midgard Venture ferðaskrifstofa en líka ferðaskipuleggjenda fyrirtæki og við eyðum miklum af okkar tíma upp á fjöllum í alls konar ævintýrum. Okkar aðalkúnnar fyrir COVID voru svona 80% myndi ég segja Ameríkanar. Þetta COVID-fár búið að vera virkilega erfitt, rekstrarlega auðvitað, en ekki síður andlega. Það erfitt að halda að maður sé að missa fyrirtæki sitt sem eins konar barnið manns. Það virkilega erfitt að verða atvinnulaus og sérstaklega eins og mínu tilviki og örugglega mörgum öðrum þá fannst mér atvinnan svona vera eins konar einkenni mitt líka. Þetta var mjög flókið og það sem var eiginlega erfiðast af öllu var að þurfa að láta alla starfsmennina fara. Það erfitt að geta ekki tryggt starfsfólkinu sínu sem bara orðin fjölskyldumanns, laun eða öruggt starfsumhverfi og veit ekkert hvað verður. En ég vil segja eitt af einkennum okkar í ferðaþjónustunni að bregðast við ófyrirsjáanlegum atburðum. Við erum alltaf að breyta og bæta og þurfum að aðlaga okkar ferðir alls konar. Þessi kostur okkar reyndist okkur vel þegar COVID skall á. Við vorum fljóta að bregðast við. Við eiginlega virkilega fljóta að bregðast við. Við vorum rétt fyrir COVID, þar vorum við búin að endurfjármagna út lánin okkar, svo þau voru svona hagstæðari. Við segjum öllum okkar starfsmönnum upp í lok maí og svo sáum við svona tækifæri sem við náðum að hoppa á. Það var opið markaðinum og þessi spilaborg sem við heldum að væri að hrynja, hún náði að rétt úr kúpnum. En þarna sumarið, í maí 2020, þá áttuðum við okkur á því að auðvitað var opið markaðinum. Það eru ferðaþyrstir Íslendingar sem voru að fara í sumarfrí eins og öll önnur sumur, komist ekki lönd né strönd, svo þau þurftu að eyða sínum tíma á Íslandi. Og vorum með opnum 2 kvennaferðir, þar sem fólk kom og við höfum opið á Midgard frá 50 til sunnudags, því að ótrúlega sagt, það var allt í einu allt orðið tómt allar helgar, svo við náðum að skipuleggja svona skemmtilega pakkaferðir sem fólk kom og gisti hjá okkur og borðaði hjá okkur, labbaði með okkur yfir Fimmvörðuhálsinn, þar sem við tókum svo aftur á móti grilluðum hamborgara og fórum í svo á Midgard, þar sem fór í sánu og heitan pott og skellti sér í karaoke og höfðu stuð. Við þarna 15. maí þá settum við þessar 2 kvennaferðir í loftið og síminn stoppaði ekki. Það var búinn að vera hljóður í 2 mánuði og allt í einu þá bara hringdi hann frá morgni til kvölds. Þessar 2 kvennaferðir seldust upp á nokkrum klukkutímum, svo við ákveðum að opna fyrir fleiri kvennaferðir sem seldust upp. Opnum paraferðir, þær seldust líka upp. Við opnum fyrir vinaferðir og aftur kvennaferðir og allar þessar ferðir seldust upp. Það endaði þannig að ég var allar helgar síðasta sumar að labba Fimmvörðuhálsinn fyrir utan eina, alls ekki leiðileg vinna sú. Og við fórum með tæplega 600 Íslendinga yfir Fimmvörðuhálsinn. Og það var svo dásamlegt að sjá Midgard aftur iða lífi eftir þessa ömurlegu mánuði fyrir. Þetta var ótrúlega skemmtilegt og þetta var gaman að sjá Íslendinga upplifa landið sitt og virkilega gaman að fara með þetta yfir. Ég hélt fyrst að þetta yrði einhvern veginn öðruvísi heldur en að fara með erlenda ferðamenn, því að ég hélt að fólk myndi ekki upplifa sömu vá-tilfinningu þegar að vera að lenda ofan í Þórsmörk, en allir fá þessa tilfinningu, en það Ísland magnaða land, stórbrotið og stórkostlegt. En svo kom haustið og þá ákveðum við strax að loka. Við fórum alla okkar starfsmenn í 5 daga ferðum Vestfirði, eittum þar nokkrum dögum saman og bara í fríi og dásamlegt, alveg hreint dásamlegt. Svo eftir ferðina þá kvöddum við alla og það var engin, og hættu allir á launaskrá hjá okkur í lok september
fyrir utan 2 eigendur sem voru og 2 starfsmenn sem voru hlutabótaleið eða hlutastarfi hjá okkur. Ég hætti líka sem starfsmaður Midgard, ákvað að skrá mig í mastersnám í umhverfis- og auðlindafræði upp í HÍ og var í því síðasta vetur og virkilega áhugavert nám sem ég eftir að nýta mig mikið í rekstrinum. Svo ég reyndi svona að nýta þannan dauða tíma til að byggja mig upp, sem var náttúrulega auðvitað ekki dans á rósum. Og auðvitað var þessi vetur mjög flókin. En ég tel að hafa verið rétt ákvörðun hjá okkur að loka, því að það er erfitt að halda rekstrinum gangandi og kostnaði þegar það er sífellt að breytast reglur og þú veist ekki hvernig markaðurinn er. En við opnum fyrir svona, það var til dæmis fyrirtæki sem var hjá okkur í 2 vikur og var með vinnubúðir hjá okkur. Og eins vorum við með 2 jóga- og útivistarferðir síðasta vor, sem voru hefnuðust vel. En þar fyrir utan þá var reksturinn alveg niðri. Þetta var virkilega góð ákvörðun og hélt okkur þannig náttúrulega á floti, þannig að þegar það loksins voraði á ný og COVID lagðist í dvala og ferðamenn alls staðar að fóru að koma til landsins, þá gátum við byggt okkur aðeins upp. Við náðum að lagfæra bílinn okkar og koma þeim á koppinn og byrjuðum með alls konar skemmtilega ferðir. Við réðum inn nýja starfsmenn og kom mikið af okkar gamlu starfsmennum aftur sem var mikið gleðiefni fyrir okkur. En auðvitað er sumarið búið að vera algjörlega brjálað, eins og þið örugglega flest vitið líka. Við fórum frá 0 trafík og upp í, nánast bara eins og ár fyrir COVID. Þetta var mikil viðbrigði og í júní þá náttúrulega voru allir æstir í að komast út. Ég held að við höfum haldið tæplega, vorum með 11 tónleika í júní á viðbrigði. Það var ótrúlega gaman og bara stórkostlegt að sjá aftur líf og fjör í kringum okkur og að hitta allt þetta fólk. Þetta var bara dásamlegt. Nú í dag þá eru 60% okkar gestum á Midgard Basecamp eru Íslendingar. En það bara opnaðist nýr markaður fyrir okkur. Og þessar gönguferðir hafa verið ótrúlega skemmtilegar og hafa gert það að verkum að það eru mikið af fólki sem kom í sumar aftur sem hefði verið með okkur í ferðum síðast sumar og kom núna í sumar var ég aftur nánast allar helgar upp á fjöllum að labba annað hvort Fimmvörðuháls eða Grænahrík. Sumir koma aftur Fimmvörðuhálsinn og aðrir koma í Grænahrík þetta árið og ég strax byrjuð að taka við bókunum fyrir næsta sumar og fólk við erum komin núna bara stóran hóp af Íslendingum, fjallagöngugörpum sem að hafa gaman að skottast upp á fjöll með okkur og svona góðan kúnunahóp þarna og ég tek þessu mjög fagnandi þar sem ég elska að ganga á fjöll og við öll og ég sé bara fram á að geta verið upp á hálendi að ganga fallega Ísland næsta áratuginn. Þetta COVID-fár var flókið, reyndi mikið á en reyndist svo að lokum vera líka tækifæri og þetta var tækifæri og það opnaðist nýjar dyr fyrir aðra lokuðu og þetta kenndi okkur ótrúlega margt og þrátt fyrir að ég voni nú innilega að þetta haldi ekki áfram þá erum við allavega undirbúin og við erum tilbúin í næsta slag og ég vona bara að ég hitti ykkur öll á fjöllum sem fyrst og endilega kíkið við hjá okkur. Ég bara langar að enda okkur í svona hvatningar orðum, ég veit svo sem ekki hvað ég að segja, ég held allir í ferðaþjónustunni hafi sýnt mikla þrautseigju og gert þetta ótrúlega vel og ná að standa þetta af sér. En við komum held ég öll sterkar út úr þessu og kannski smá bogin en ekki brotin. Og við erum spennt að takast á við nýjan vetur og nýjar áskoranir og halda áfram að gera það sem okkur finnst gaman og sýna fólki í landi og taka móti gestum á Midgard. Takk fyrir. Takk hérlega fyrir þetta. Það var áhugavert að sjá hvernig Midgard hefur svona breytt sín og herjað á nýja markað og hvernig þau svona aðlöguðu sig að aðstæðum. En þá komið að loka viðmælanda og það er Bryndís Skarphéðinsdóttir, sérfræðingur í Hæfnissetri ferðaþjónustunnar og hún ætlar að gefa okkur nokkur ráð, sérstaklega stjórnendum. Gjörðu svo vel. Takk fyrir Ágúst og takk fyrir frábæri erindi hérna utan.
Ég heiti Bryndís og frá Hafnarsetrinu eins og kynnt var og ég ætla að tala aðeins seiglu. Og þessi fyrirlestur hjá mér talar raun mjög vel inn í fyrri erindi sem mjög skemmtilegt að við vissum ekki í raun nákvæmlega hvað við vorum öll að fara að tala Svo við ætlum bara að kýla á þetta og fara hérna yfir í að skoða fyrst hvað seigla og í raun ætla ég að setja þetta upp í formi hindrunarhlaups eins og þið sjáðu kannski, við ætlum ekki að hoppa yfir elda en þetta svona til að minna okkur á að til að efla líkamlegt úthald þá æfum við markvisst og það gildir það sama þegar við ætlum að þjálfa seigluna. Við eflum líkamlegan og innri styrk með ýmsum æfingum svo ég ætla að gera þessi ráð mjög praktísk. Þetta er byggt á fræðum og vinnusálfræðinni en vonandi getið þið tekið eitthvað með frá sér sem þið getið nýtt ykkur. Og seigla snýst ekki að harka í gegnum erfiða tíma bros og veður eins og mætti koma inn á. Það allt í lagi að viðurkenna erfiðleika og þetta tekur kannski tíma að hefja sig upp aftur en það snýst þetta að síðan finna þennan innri andlega styrk sem einmitt blanda af sjálfsöryggi eða self-efficacy, bjartsýni, von og seiglu. Og þessi atriði þau virka best ef að þau séu sameinuð. Svo þess vegna eru ráðin byggð upp á þessu og andlegur styrkur á vinnustaðar einmitt tengt við minni fjarveru og starfsánægju og framleiðni einnig. Fyrsta ráðið þá að sjá fyrir sér endamarkið en einblína á skrefin til að komast þangað. Svo við ætlum í raun að brjóta niður stærra lokamarkmið, niður í smærri markmið, niður í skref. Svo æfingin sem núna komin inn á hæfni.is, þetta allt splunkunýtt, þá til dæmis að ná sér í blað og penna og ef maður getur gert þetta í samtala vinnustað ennþá betra og spyrja sjálf sig hver núverandi staða og hvar erum við en hvert ætlum við og hvert ætlum við að komast. Og síðan brýtum við þetta niður í smærri markmið, vörðunar á leiðinni og það best að einblína á hverja vörðu fyrir sig, hvert markmið fyrir sig því að það mikið raunsætna fyrir okkur. Enda markmið þó það á að vera skýrt og raunsætt og með tímamörk þá yfirstíganlegra að einblína það sem einmitt fyrir framan okkur. Og þess vegna ætlum við að útlista skrefin, við ætlum að skrifa niður skrefin til að komast þangað og við ætlum líka muna að vera svolítið góð við sjálfan okkur því að ef að við segjum allt eða ekkert, þá munum við ekki ná markmiðin okkar eins og Matti kom inn á áðan að við ætlum að koma okkur í formið sem við vorum í og ekkert annað í boði. En það gott að muna að þó við fyrir 2 skref aftur en 1 skref áfram þá erum við samt á leiðinni fram. Og síðan í raun þriðja hlutan af æfingunni að sjá þetta skýrt fyrir sér og þá ætlum við að nýta okkur tæknir sem líka notuð í íþróttum og þar sem fótboltamenn sjá fyrir sér hvernig þeir komin á völlinn, þeir finna tilfinninguna, þeir sparki boltan, þeir ná að skora, þeir komast alla leið. Og þetta getur við nýtt okkur og nýtt okkar hugarafl og þá mæli ég bara með þetta anda djúpt, leggjast niður, loka augunum, taka smá stund með sjálfi sér. Þið getur haft róandi tónlist eða það sem þið viljið með og sjá skýrt fyrir ykkur hvert þið ætlið að fara og hvernig þið ætlið að komast þangað. En þá einmitt ekki hægt að hunsa hindranir sem á leiðinni og þó við ætlum að sjá fyrir okkur og útlista hindranir eða áskoranir sem geta komið upp, sem mun alltaf koma upp, óvæntar eða jafnvel eitthvað sem við getum séð svolítið fyrir, þá ætlum við að einblína á hvernig við ætlum að yfirstíga, hvernig við ætlum að komast yfir hjallan og hvernig við ætlum að bregðast við líka og hvernig við ætlum að finna lausnir. Og ef að þið séu búin að íhuga hvernig þið getur verið lausnamiðuð og sé fyrir ykkur það versta sem getur gerst á leiðinni en líka hvernig þið munu höndla það, þá það líka auðveldara þegar kemur upp en líka þegar eitthvað óvænt kemur upp því þá þið komin í þetta hugafar að finna lausnir á ýmsum áskorunum sem koma upp. Og það vert að segja aðlögunarhæfni og útsjónarnarsemi einmitt kjarni seiglunar.
Þannig komumst við áfram og í lokamark á hindrunarhlaupinu. En þá einmitt gott að hafa bjartsýni sjónaukan af vopni því að eins og var komið inn á hérna áðan þá eru við svartsýnar verur. Við eigum það til að sjá fyrir okkur það versta og einblína á það versta og líka í raun að sjá það ekki með raunsæjum augum og heimurinn í raun hrynur og við einblínum á, já, hvaða var nú kalt fyrir mörgum árum síðan eða mánuðum síðan heima hjá okkur. Og það í raun þá ekki þessar pollíunu hugsanir sem við erum að pæla í hérna, heldur að sjá hlutin í raunverulegum augum og einblína líka á hina hliðina á skilningum, hvaða besta sem geti gerst og hvaða tækifæri koma út úr þessu eins og Stefán Karl kom inn á hérna áðan og líka Hildur, hvernig ætlum við að nýta tíman og nú er ég búin að tala við nokkuð fyrirtæki og þetta það sem að mörg fyrirtæki gerðu einmitt og gaf þeim aukna seiglu á þessu tímabili af því að þau sáu þarna nýjan markhóp sem voru Íslendingar og gerðu nýjar ferðir eða nýja þjónustu sem var í boði sérstaklega fyrir þennan markhóp og það blossaði og í staðinn fyrir einmitt að loka á því tímapunkti þó það sé stundur réttast fyrir reksturinn þá var þetta það sem náði að halda þeim á floti og gaf þeim að lokum aukinn kunnahóp sem verður áfram þarna og orð ber svo auðveldlega á Íslandi. Svo það svo gott að fá þetta líka inn. En þetta dæmi það sem var nýtt, að hvað væri það besta sem geti komið út úr þessum aðstæðum. Og síðan rosalega mikilvægt líka að hafa trú á sjálfu sér og teyminu. Og þá það einmitt, það var svo gott áðan hjá Matt að tala að við verðum fyrst að vera svolítið leiðtogi fyrir okkur sjálf, áður við getum verið fyrir okkur, fyrir aðra. En í raun, ef að við getum verið okkar eigin hvetjandi, þá það frábært, en við verðum líka að hugsa hver sýnir þér stuðning, hvar getur þú fundið stuðning, á vinnustað eða það heima, en þetta kemur líka inn á að þjálfa hugan og þegar það einhverja efasemdir þig eða reksturinn eða jafnvel starfsfólk að leyfa því ekki að ná tökum á þér, heldur að finna styrkleika og þá líka hægt að byggja upp sjálfstraust starfsfólks með því til dæmis að veita endurgjöf, benda á styrkleika og hafa fókus þar og hrós þegar við á. Og síðan náttúrulega þjálfun og fræðsla á vinnustað og stuðningur hjálpar við að auka trú starfsmanna á eigin hæfni. En það einmitt síðasti punkturinn sem kemur inn á stuðning á vinnustað og það í raun að skapa sterk stuðningsnet eins og var gert hjá Íslandshótelum með faghópana og þá í raun, það maður að koma starfsmönnum inn í aðstæður þar sem það alltaf stuðningur, það leita til þeirra og fengi þeirra álit og það tala við þau en það líka með þessu hægt að opna á einlæg og hreinskilin samskipti. Það sem hægt að tjá hvernig manni líður og hvernig við saman ætlum að komast áfram. Og sérstaklega að því það oft í þjónustugeiranum erfiðir dagar og jafnvel erfiðir kúnnar og þá svo gott þegar stuðningsnet getur gripið mann á vinnustað eða þegar maður veit að það óvissu tímabil framundan og krefjandi tímar. Þetta voru í raun loka orðin mín. Grípið tækifærin og skapið sterk stuðningsnet. Setið ykkur raunsæ markmið, skoðið hindranir á leiðinni en líka hvernig ætla að yfirstiga þær og veljið bjartsýni sjónaukan með von fyrir framtíðina. Og við erum Hæfnisetrið, þessi ráðurinn á hæfni og æfingarna líka. Þar við líka með fræðslutorg, verkfærakistuna og þið getið kynnt ykkur ráðgjöf fyrir ferðaþjónustuna. Svo takk fyrir að fylgjast með. Takk hérlega fyrir þetta. Það eru nokkrar mínútur fyrir spurningar ef að þið hafið einhverjar. Ég hérna með live chatið opið við hliðina á mér og fylgist með því. Viðburðurinn var tekin upp og upptaka verður aðgengileg á Facebook síðu Hæfnisetursins. Gefum þessu nokkrar mínútur og sjáum hvort það kom einhverjar spurningar.
Annars voru þetta mjög fræðandi og svona upplífgandi fyrirlestrar og maður kemur svona allur bjartsýnn inn í daginn. Þetta hefði mögulega þurft að koma á mánudaginn svona til þess að hafa vikuna betri. En annars var þetta bara mjög gott og glæsilegt. Mér sýnist ekki vera neina spurningar, en ef þið hafið spurningar eftir á, endilega sendið það bara á okkur, annarkvort á Hæfnisetrið eða SAF, og við reynum eftir bestu getu að svara þeim. Annars þakka ég bara kærlega fyrir í dag og bara hlakka til næst. Takk.